Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og borgarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands og hjá mér í dag hann Danni og ég Lena Sirk og Mars Proppé. Helena hún blaðamaður hjá Icelandic Review og þýðandi og Mars að læra eðlisfræði og nýlega fór fram bókakaffi sem hét Fjölbreyttar raddir. Þar sem það fór fram svona umræða í rauninni það sem hefur farið fram á síðastliðnum dögum varðandi það sem hefur verið að gerast í samfélaginu og í viðburðarlýsingu kom fram að í kjölfar byltingarinnar, Black Lives Matter, hafi sala á bókmenntum sem fjalli kynþáttafordóma aukist gríðarlega mikið og þeim spurningum sem velt fram snerist meðal annars hvort það væri nóg að lesa bók og hvaða bók þá. Og við ætlum svona aðeins að ræða þetta hér í dag og svona einsleitni í bókmenntaheiminum og það hefur komið fram að hann eins og samfélagið mjög stéttskiptur og svona kannski hvað veldur því verður kannski umfjöllunarefni dagsins í dag. Og ég heiti Sanna og nota persónufornafnið hún og Helena hún og Danni hann og Mars hann, þannig að við bara Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og borgarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands og hjá mér í dag hann Danni og ég Lena Sirk og Mars Proppé. Helena hún blaðamaður hjá Icelandic Review og þýðandi og Mars að læra eðlisfræði og nýlega fór fram bókakaffi sem hét Fjölbreyttar raddir. Þar sem það fór fram svona umræða í rauninni það sem hefur farið fram á síðastliðnum dögum varðandi það sem hefur verið að gerast í samfélaginu og í viðburðarlýsingu kom fram að í kjölfar byltingarinnar, Black Lives Matter, hafi sala á bókmenntum sem fjalli kynþáttafordóma aukist gríðarlega mikið og þeim spurningum sem velt fram snerist meðal annars hvort það væri nóg að lesa bók og hvaða bók þá. Og við ætlum svona aðeins að ræða þetta hér í dag og svona einsleitni í bókmenntaheiminum og það hefur komið fram að hann eins og samfélagið mjög stéttskiptur og svona kannski hvað veldur því verður kannski umfjöllunarefni dagsins í dag. Og ég heiti Sanna og nota persónufornafnið hún og Helena hún og Danni hann og Mars hann, þannig að við bara dembum okkur hér í umræðuna. Nú kannski svona ég taka fram að þau voru 3 sem stýrðu þessu bókakaffi. Chanel Björk Sturldóttir var líka þar. En kannski ef ég byrja á þér, Helena, hvað var svona markmiðið með þessu bókakaffi? Hvað var það sem það snerist Hvað hver var svona kannski kveikjan að þessu? Ég held að viðburðurinn var svolítið tækifæri eða var ímyndaður sem tækifæri fyrir fólk sem vildi aðeins finna leiðir til þess að lesa fjölbreyttari efni til þess að bara kynnast kannski því sem við vorum að lesa eða
til þess að ræða hvernig það sé hægt að finna, hlusta og heyra frá mismunandi raddir í bókmenntum. Það svona, já, ég held að það sem ég tók sjálf eftir þegar að það var meiri svona fréttaumfjöllun það sem var að gerast út í heimi í kjölfar morðsins á George Floyd, að þá svona byrjaði ég að sjá eins og á fréttamiðlum, ég held að það vera á Fréttablaðinu eða RÚV.is 10 kvikmyndir kynþáttafordóma og svona kannski meiri linka í rauninni efni sem að væri hægt að nýta til að kynna sér hvað kynþáttafordómar væru. Finnst ykkur eins og fólk sé almennt meðvitað eða að það þyrfti kannski í meiri þekkingu einhvern veginn á kynþáttafordómum? Kannski Mars? Já. Ég myndi segja að það svolítið hópaskipt hvort fólk sé meðvitað. Ekki bara kynslóða og stéttaskipt, heldur líka bara svona hvaða fólk þú umgengst, hvort þú lesir mikið, hvort það séu fréttir eða bækur. Þannig að ég myndi segja víðsýni og umburðarlyndi eitthvað sem kemur svona svolítið í hópum og fólk það ræðst svolítið bara af því hverju þú ert umkringdir. Og það kannski það sem að þessi viðburður líka kom svolítið inn á með svona að reyna að sýna fólki að það mjög víður heimur af bókum og bókmenntum og ræða svolítið svona, akkurat hvað við getum gert til þess að koma á stað þessari þróun með umburðarlyndi og gegn kynþáttafordómum og slíku. Og nú einmitt bækur góð leið til að kynna sér hlutina og ég tók eftir því að þið töluðu einmitt dálítið hvaða bækur þarf að lesa og í viðburðarlýsingu þá var einmitt fjallað að það væri mismunandi bækur, til dæmis fræðibækur eða annars konar bækur og hér í Hinni Reykjavík þá höfum við einmitt verið að fjalla svona mikilvægi sérfræðiþekkingu og þá erum við að einblína á að það sé mikilvægt að hlusta fólkið sem að hefur beina reynslu af því sem þarf að laga í samfélaginu og óréttlætinu og það sé einhvern veginn sérfræðiþekkingin en þó að auðvitað fræðileg þekking skiptir líka miklu máli til þess að setja hlutin í samhengi að þá bara það ekki alveg sami hluturinn. Finnst ykkur eins og bókmenntir kannski einblíni meira á þessa fræðiþekkingu eða þetta bara svona misjafnt? Hvað hafið þið tekið eftir því að eitthvað ein tegund af bókum verði vinsælli en önnur típa bókum eða þetta bara svona öll flóran eða þetta kannski meira bækur eftir erlenda höfunda sem að fólk að kynna sér eða ég vil bara viðurkenna ég hef lesið slatta en kannski ekki svona kynnt mér hvað vinsælast hverju sinni. Já, ég engin sérfræðingur heldur en mér finnst að bókmenntir kannski svona setja ákveðnar bækur kannski yfir aðrar bækur í svona stéttaskiptingu að einhverju leyti og sérstaklega þegar kemur að þessu varandi sérfræðiþekkingu versus persónulega reynslu þegar við erum að tala kynþáttafordóma til dæmis þá oft fólk sem upplifir og hefur persónulega reynslu af þessum fordómum hefur ekki endilega aðgang að því að fá sérfræðiþekkingu eða verða sérfræðingur á þann hátt sem að bókmenntir sýna virðingu fyrir. Þannig að það alveg skipting á milli þessa tveggja. Þess vegna svo mikilvægt að kynna sér svona fjölbreytt efni, ekki bara svona akademísk rit frá sérfræðingum heldur líka heyra frá svona fólki sem að kannski fór ekki í mastersnámi í bókmenntir en hefur einhverja reynslu sem að mikilvægt að heyra frá. Já, ég algjörlega sammála og til að byggja svolítið upp á þessum punkti þá held ég að sé líka munur á því fyrir hvað hópa bækur gefnar út eftir því hvort þær eru skrifaðar akkurat af fræðimönnum í faginu eða af fólki sem hefur upplifað hlutina first hand. Á meðan að svona fræðibækur oft að höfða til
annara fræðamanna. Þetta oft notað flókið mál, svolítið svona óaðgengilegt, jafnvel gefið út í litlu upplagi bara á höfundatungumálinu á meðan að bækur sem eru bara reynslu, hvort sem ævisögur eða einhverjar svona fræðslubækur, þó það sé ekki fræðibækur, það þær oft gerðar mikið aðgengilegri af því að þær eru fyrir fólk sem hefur upplifað þetta en ekki fólk sem vill endilega fræðast hlutin. Já, nákvæmlega. Mér finnst svona eins og já, ég var í mannfræði í mörg ár og las oft þar svona þunga texta sem fannst alveg mjög skemmtilegir. En alveg mjög oft þungir en skemmtilegir þegar maður náði í gegn og en mér finnst alltaf bara best ef ég vil skilja eitthvað að lesa upplifun fólks sem hefur gengið í gegnum það. Það fyrir mér bara besta leiðin til þess að reyna að setja mig í spor annars fólks, til þess að setja mig í spor annarra. Hvernig, maður spyrja þess hvernig umræðan var á þessu bókakaffi, kom eitthvað svona út úr þessu eða hvernig svona upplifið þið að umræðan hafi þróast? Kannski fór hún í margar áttir. Já, mér finnst stundum mætir maður á svona viðburð og hugsa sér, ekki alveg allir að hugsa stanslaust þetta efni eins og ég. Ég virkilega að segja eitthvað nýtt sem að fólk ekki að hugsa sjálft, en svo náttúrulega fólk með alls konar sjónarhorn á málin og ekki endilega með til dæmis mína reynslu sem innflytjandi á Íslandi eða svo framvegis og ekki að hugsa alveg eins eða sama efnið. Þannig að það var kannski það sem kom svona skemmtilega óvart fyrir mig, að fólk var svona, skemmtilega umræða og gaman að heyra svona hvað ykkur finnst og þannig og já, það var mín upplifun. Já, ég sammála því að það kom mér líka óvart hvað það kom fólki ofta óvart hvað við vorum að segja. Af því að við vorum svona 3 kannski svolítið á sömu blaðsíðu, svona kannski ekki búin að lesa alveg sömu bækurnar en samt alveg svona úr svipuðum áttum og fólkið sem var að hlusta var greinilega að læra mjög mikið þarna, meira en kannski kannski ekki meira en ég bjóst við. Ég bjóst alveg að mynda læra eitthvað en kannski svona annan hátt einhvern veginn. Af því að ég akkurat hugsa alltaf að ég sé bara að lesa mjög klassískar bækur að mín bókaflóra sé bara fullkomlega venjuleg en hún það bara greinilega ekki. Mér langar aðeins að forvitnast líka í framhaldi af þessu, þú segir að fólk hafi verið að læra mikið. Getið þið kannski gefið okkur smá svona, ég veit ekki hvernig ég það, meira sýnishorn af því sem þið voruð að tala þarna. Mér finnst þetta virkilega forvitnilegt og leiðilegt að ég hafi mistað þessu. Já, eitt sem við töluðum svolítið og sem að fólki fannst skemmtilegt að pæla í var hver með valdið í bókmenntaheiminum, hver hefur valdið í hvaða bækur eru lesnar, hvaða bækur eru gefnar út og svo framvegis. Og ég held að frá okkar sjónarhorni sem að vorum þarna upp á sviðinu, þá finnst okkur að útgefendur hafa rosalega mikið vald í því og útgefendur eru ekki endilega að endurspegla samfélagið í heild sinni. Þó að á Íslandi náttúrulega miklu auðveldara heldur en margs staðar annars staðar að gefa út sjálfur, samt hafa útgefendur rosalega mikið vald þegar kemur að hvaða bækur eru bara fara í prent eða koma inn í bókabúðir og svo framvegis. Það akkurat svolítið svona eins og vanti inn í ekki bara útgáfuflóruna, heldur líka bara svona höfundaflóruna og kannski þýðendaflóruna, fólk frá alls konar stöðum í þjóðfélaginu og líka bara fólki sem litið til sem markhópur á því sem vinsælt. Bækur sem eru vinsælar eru til dæmis bækur sem ég tengi mjög sjaldan við og fáir sem ég þekki tengja mjög mikið við. Þetta yfirleitt eitthvað sem svona gíra til fullorðins fólks, helst bara
á góðum stað fjárhagslega í lífinu, sem vill bara setjast niður helgar og lesa reyfara. Og það eitthvað sem ég tengi mjög lítið við og margir í kringum mig. Og líka bara eins og í sambandi við barnabækur og svona. Það er aldrei rætt við börn eða ungmenni í útgáfuhúsum, ekki allavega hér á landi, hvað þau vilja sjá. Og ég held að það sé algjörlega í rauninni tækifæri sem ekki verið að nýta. Og sérstaklega því að það er alltaf verið að ræða það að börn og unglingar svona lesi of lítið og erfitt að fá þau til þess að komast inn í bókmenntahefðina, en það er bara því að það er ekkert sem þau hafa áhuga á þarna, ekki eins og staðan í dag. Já, mér fannst það einmitt magnað þegar þú komst inn með annan punkt að ég hefði ekki pælt í barnabækur á þann hátt. Þú veist, já, af hverju erum við ekki að spyrja börn hvað þau vilja lesa eða finna leiðir til þess að, já, bara hafa þau taka þátt í skapa bækurnar. Nú á ég 2 börn og við erum reglulega á bókasafninu og reynum að finna okkur hinar á þessar bækur og ég hef svolítið verið að reyna að finna bækur sem að kenna þeim eitthvað, eru með eitthvað skilaboð, skilja eitthvað eftir. Mér finnst þeim skorta svolítið mikið á líka bara, þú veist, maður er að reyna að sinna, ég vil skila mér góðum krökkum, þannig að maður er að reyna að sinna alls konar hinsegin fræðslu heima, ég er að reyna að tala ólíka hópa og ýmislegt og það vantar einmitt svolítið, finnst mér, barnabækur sem að tala þessi oft á tíðum flóknu mál. Eru þið sammála því? Já, ég er algjörlega sammála því. Ég akkurat fann mjög mikið fyrir þessu svona sem, þú veist, unglingur og svona ung hinsegin manneskja að ég fann mig bara ekki í bókmenntum. Þú veist, ég leitaði mjög mikið bara í vísindaskaldsögur og svona því að það var svona, það var enginn að tengja. Því að það er bara eitthvað svona sem enginn hefur upplifað. En bara svona klassískar sögur voru alltaf hvít sís ungmenni sem áttu í hetero samböndum og voru rosa ástængin rosa gaman. Og það var bara eitthvað sem ég tengdi ekki við. Á meðan að núna, þú veist, sé unglingabókmenntum í dag mikið meira af hinsegin karakterinn. Og þú veist, ég alveg svona aftur byrjað að lesa unglingabækur núna, einhvern veginn, velkomin á tvítugsaldri af því ég sé mig í þeim og það er ótrúlega skemmtilegt. Og ég held að það svona færist bara neðar í barnabókmenntirnar, en ég held, þú veist, þetta er svolítið kurva, þú veist, börn og unglingar eru ekki útgefnir höfundar og svo verður út fólk og þá gefur það út unglingabækur og svo gefur það út barnabækur þegar það eru á fullorðið. Þannig ég held að sé alveg, þú veist, smá örugglega í það að það komi svona almennilegu pólitískur tónn í margar af barnabókmenntum, þú veist, því miður, en nema við kannski gerum eitthvað í því. Já, er það ekki svolítið valdið sem við vorum að tala áður? Þú veist, útgefendur eru að hugsa að því það eru ekki börn því miður sem að kaupa barnabækur, það eru foreldrar. Þannig að útgefendur eru alltaf að hugsa hvað foreldrarnir myndu kaupa eða og afar fyrir börnin eða barnabörnin. Og það er ekki endilega, eða í huga útgefendans er það ekki endilega bók kynsegin fólk eða bók eitthvað flókin samfélagsmál. En það er náttúrulega rosalega mikilvægt fyrir börn að fá að lesa og ræða svona mál líka á hátt sem að þau geta gert það. Og ég held að sé einmitt börn sem að oft sé meira með þetta á hreinu heldur en eldri kynslóðin og er einmitt oft að fræða fullorðna fólkið bara, þú veist, hvernig ég að tala og hvað sé viðeigandi og bara fólk sé alls konar og foreldrar sé alls konar og einmitt nú er langt síðan að ég hef verið eitthvað að lesa barnabækur en til dæmis árið 2007 að þá var bókin 10 litlir strákar gefin út. Mér er dálítið óþægilegt að segja þetta en já, 10 litlir negrastrákar var endurútgefin á Íslandi árið 2007. Og þá var ég á 15 ára aldursári, þannig að þessi umræða hefur dálítið verið svona aðskilin einhvern veginn frá því hvernig kynþáttafordómar hafa birst erlendis og svona, já, þegar maður var að skoða þetta, að þá einmitt
ég mikið lesi eftir Kristínu Loftsdóttur mannfræðing sem var leiðbeinandi minn í mastersverkefni mínu þar sem hún var að benda á bara dálítið svona kannski að umræðan hafi verið svona að kynþáttafordómar hafi ekki verið til staðar hér á landi eins og erlendis og þar kannski ætti svona bók meira rétt á sér hér af því að þetta væri meira svona sakleysislegt en maður hugsar, já, þetta nú allt komið af sama uppruna að vera mjög ljótt þessi kynþáttafordómar og nú ég meðvituð að orða allt mjög varlega því að þetta eitthvað sem ég bara rekið mig á að vera að tala kynþáttafordóma þá eins og fólk svona leyfir sér að segja meira við mann að maður sé nú svo viðkvæmur og sé að sjá fordóm allstaðar þar sem þeir eru ekki þannig að þetta eitthvað sem hefur áhrif á mann og maður ætti nú alls ekki að vera að hlæja ég ætti ekki að vera að hlæja þegar ég að lýsa frá þessu því þetta mjög alvarlegt en það sem ég að reyna að koma frá mér í mjög löngu máli svona fjölbreytni í bókmenntum og sérstaklega barnabókmenntum erum við til dæmis að sjá að það sé verið að fjalla innflytjendur, að það sé verið að fjalla að foreldrar geta verið alls konar, einstæðar mæður, mamma og mamma, pabbi og pabbi og þannig hlutir erum við að endurspegla fjölbreytnina sem í íslensku samfélagi og það verið að tala að sýnileiki sé gríðarlega mikilvægur. Erum við að sjá til dæmis alls konar börn með fötlun. Þetta eitthvað sem að kannski sárvantar, þú veist, þetta fjölbreytnin kannski ekki beint sýnileg og það kannski birtist í því að það gríðarlega mikill áhugi fyrir því að koma svona bókakaffi þar sem við ræðum fjölbreyttar raddir af því að við greinilega heyrum ekki nógu mikið þær. Með einhver skoðanir á þessu? Já, það vantar sannarlega meiri fjölbreytni, myndi ég segja, í bókmenntaheiminum og það margt kannski jákvætt sem hefur gerst, til dæmis maður heyrir, nú hef ég verið á Íslandi bara í 4 ár, en mér finnst það, maður heyrir meira frá, kvenraddir heldur en áður og það eru alveg, miklu fleiri konur í bókmenntum og sem að fá athygli kannski fyrir verkin sín, en það vantar að víkka þetta enn meira og taka kannski innflytjendur inn í umræðuna. Við ættum öll jafnan aðgang að bókmenntum til þess að skrifa sem höfundar til dæmis, þá væri kannski 15% af bókum sem eru gefnar út á Íslandi að koma frá fólki af erlendum uppruna, en það ekki að gerast og það eru kannski margar aðstæður, mismunandi aðstæður fyrir það, erfiðleika með að læra íslensku og svo framvegis, en já, það eru bara alls konar hindranir alls staðar í samfélaginu sem kannski halda fólki frá því að taka þátt í bókmenntum líka. Já, ég held að akkurat fólk hrætt við fordómana sem fylgja því örugglega oft á tíðum að tjá sig í gegnum skrifa mál. Hvort sem það sé út af málnotkuninni sinni eða út af eins og því sem þú sama varst að tala að fólk verður oft svo tennst þegar maður byrjar að tala fordóma sem það verður fyrir og fer svona í hálfgerða vörn, vill ekki að maður haldi að þau séu með nokkra fordóma. Það sé kannski bara alveg raunin. En þú veist, mér finnst akkurat, það mætti tala meira bara fordóma, mætti meira vera upp á borði og ég held að það sé alltaf gerast í bókmenntum í dag, hægt en örugglega. En þú veist, þó að þróunin sé komin á stað, þá er við samt rosalega langt í land með það að geta tala eins og hluti opinber og að geta lesið þá hvað sem og á líka, þú veist, aðgengilegan máta á því tungumáli sem við skiljum, hvað sem það sé íslenska, enska, að þú veist, hlutir séu þýddir. Já, ég myndi kannski líka bæta við þegar kemur að þýðingum til dæmis, þá eru ennþá kannski svolítið fáir þýðendur sem að geta þýtt úr mörgum tungumálum beint yfir á íslensku. Þannig að það eru bækur, til dæmis palestínski rithöfundurinn Mazen Maruf sem býr á Íslandi.
bækur hans hafa verið þýddar á íslensku en úr enska þýðingu. Af því að það engin, eða já, kannski fátt fólk enda á sem að þýða beint úr mismunandi tungumálum. Þannig að bækurnar sem við fáum á íslensku eru kannski flestar bara úr Evrópu og já, það kannski takmarkar okkur svolítið vonandi með tímanum myndi að breytast. Mér finnst líka eins og margt svona dálítið glatist í íslenskri þýðingu. Ég svona upplifi að okkur skorti oft íslensk orð til að ná að einhvern veginn þýða það sem að við viljum tala Þetta eins og, já, ég hef verið spurð að því hvernig best að þýða people of color og það hefur til dæmis komið fram umræða hvað með litað fólk og persónulega finnst mér það bara engan veginn henta af því þá finnst mér það svona vera eins og þýðing á hugtakinu colored og þá hugsa ég strax bara þegar það var verið að aðskilja fólk í sem sagt hvítt fólk og colored fólk og þegar var þessi mikli aðskilnaður sem að ríkti en auðvitað það misjafnt hvaða skilning fólk leggur í orð og hugtök og oft kemur þessi umræða bara vá, þetta eru bara orð, þú átt ekki að einhvern veginn missa þér svona mikið yfir orðanotkun en með orðum þá erum við að lýsa einhverjum veruleika og með orðum þá erum við einhvern veginn að halda ákveðnum hópum út fyrir því að tilheyra samfélaginu og til dæmis þegar að orðið húðlitaður er notaður, þú veist hvað þýðir húðlitaður, bara til einn húðlitaður sem að lýsir því að sumir sé með einhvern réttan húðlit á meðan að hinir sé ekki með réttan húðlit og þú veist, alls konar svona hlutir sem að kannski birtast okkur í tungumálinu sem segja einhvern veginn að ákveðnir hópar eigi rétt á sér en aðrir ekki. Þannig að finnst ykkur eins og þegar við ætlum að fara að lesa okkur til kynþáttafordóma eru til íslensk rit eftir íslenska höfunda sem að hafa beina reynslu af þessu og hafa skrifað þetta eða er þetta meira kannski erlendrit sem að hafa verið þýtt. Kom það eitthvað til tals? Já, ég held að það eru oftar erlendrit og ég sé alveg að Íslendingar sem að vilja lesa kannski kynþáttafordóma eða annars konar eða jaðarsetta hópa yfir höfuð leita til erlendra bókmennta af því að það vantar þannig bækur á Íslandi kannski og það að hluta til vegna þess að þetta svo lítill markaður og kannski kemur aftur tilbaka til þess að umræðum valdið, hver hefur valdið og útgefendur þurfa eða þeim finnst að þau þurfa að hugsa hvaða bækur ná til sem flesta af því tölurnar eru svo fáar hvort sem af því markaðurinn svo lítill. Þannig að kannski þurfum við frekar að hugsa, finna upp aðra leiðir til þess að gefa út bækur sem að snúast ekki að bara selja sem mest til þess að fá að heyra frá fjölbreyttum röddum. Já, ég sammála með að þetta sé yfirleitt erlendir höfundar. Svo ég tali bara frá persónulegri reynslu eftir að ég kom út sem kynsegin og fór svona að reyna að fræða mig fólk sem notar svipaðar skilgreiningar og svona sjá einhvern veginn mynda mér einhverja svona framtíðarímynd. Það hafa allt bara verið erlendir höfundar og jafnvel bækur sem eru eftir Íslendinga eins og Ugla Stefanía hefur gefið út held ég 1 eða 2 bækur og slíkt. En þær eru allar á ensku af því að það er einfaldlega akkurat þar markhópurinn svolítið í fjöldanum og líka bara íslenskt samfélag hefur kannski getið sýnt að það hafi neitt rosalega mikinn áhuga á að læra svona hluti. Þú veist, fólk er tilbúið að vera umburðarlent upp á vissu marki en ekkert endilega svona einhvern veginn að gefa sig rosalega mikið í það. Og það hefur alveg verið hindrun eins og þegar ég hef verið að fræða fjölskyldu, vin og vandamenn mig og mín fornöfn að það er ekki til efni á íslensku og ég þarf annarkvort bara að þýða efni beint fyrir fólk eða að, þú veist,
Ég þarf alltaf að vera einhver svona milliliður í því svo að þau geti skilið það sem ég að biðja þau að lesa og fræða sig með. Eins og bara hvað var það fornafnanotkun og svona. Það eru eiginlega engar bókmenntir sem að nota á íslensku sem nota fornafni hán upp að einhverju marki. Það var ein bók sem kom út, held ég, jólin núna, frekar en jólin fyrir 2 árum, Hans Blær. Þar sem að fornafni hán var í forgrunni, en það var ekki beygt eftir venjulegum beygingarreglum, heldur var það beygt á einhvern annan máta, því að það var meira nota sem einhvern veginn svona listform en bara persónufornafn. Þú veist, jú, það á algjörlega rétt á sér að gera það, en þú veist, það endurspeglar ekki veruleika minn og annarra kynsegin einstaklinga, til dæmis bara með fornafnanotkun og svona. Þú veist, hvernig á fólk að læra að nota mín fornöfn ef þau finna það hvergi. Já, það vantar einmitt af því að líka Ísland, það eina landið þar sem við tölum íslensku og þess vegna einmitt svo mikilvægt að efnið sé til á íslensku af því að þú veist, þetta eini staðurinn þar sem við getum fundið upplýsingar einmitt hvernig sé rétta leiðin til að tala og ef við viljum afla okkur þekkinga og upplýsinga mikilvæg málefni, bara svona samfélagsleg málefni og bara reynslu ólíkra hópa og fjölbreytni í samfélaginu, þá einmitt mikilvægt að sé upplýsingar á íslensku og ég svona velti fyrir mér, við höfum oft litið á bókasöfn sem bara svona, hvað segir maður, rými í eigu almennings, þetta svona, já, frekar aðgengilegt hvað varðar gjald, það svona ekkert það dýrt að fá sér bókasafnskort og ég hef alltaf hugsað þetta sem svona rými sem að taka á móti borgarbúum og íbúum og þarna sé þetta komast í alls kyns bækur og að það sé gott, en núna ég farin að hugsa bara, herðu, það vantar einmitt bækur sem að endurspegla fjölbreytileika samfélagsins og eins og þið talið valdið og að það hafi einmitt áhrif á hvaða bækur komist í umferð, ætli þetta tengist fjármagni, ætli þetta tengist dálítið svona hvað líklegt til þess að selja og að ef eitthvað kannski ekki líklegt til þess að selja þá farið það ekki í útgáfu, að þá kannski sé það ekki gefið út, að þá kannski hugsi útgefundur bara nei, þetta ekki eitthvað sem að við erum að fara að koma frá okkur. Það kannski vandamálið? Þetta sé allt bara einhvern veginn markaðsdrifið kerfi. Það svona helsta sem að liggur að bak við þetta? Það stéttskiptingin sem að við erum að sjá í þessu bókaflóði sem að leiði kannski til þess að við erum ekki að sjá fjölbreyttar raddir í bókmennaheiminum? Mér finnst það vera stór partur af því, já, en ég held að það sé mikilvægt að hafa í huga að þegar útgefendur eru að taka einhverja ákvörðun varðandi hvaða bækur eru gefnar út eða fara í umferð, þá það alltaf að einhverju leyti líka gisk. Ég meina, maður kannski hefur mikla reynslu og þekkingu, jú, varðandi hvað selst eða ekki. En svo kemur stundum á óvart hvað fólk vill lesa eða hvaða bækur verða vinsælar. Og ekki bara það, heldur þegar að útgefandinn tekur þessa ákvörðun að selja einhverja ákveðna bók, þá fjárfestir hann í því að selja bókina, sem sagt setur út auglýsingar og svo framvegis til þess að bókin nærið að vera seld. Þannig að þetta svona, já, kannski tvískipt svolítið hvernig það virkar eða þetta vald sem að útgefendur hafa. En náttúrulega alls konar, já, aðrir aðilar sem að eiga líka vald í samfélaginu eins og bókasöfn sem að geta ákveðið hvaða bækur þau vilja taka inn og hjá þeim snýst það kannski minna hvaða bækur verða lesnar eða hversu oft að í bókasafnið má kannski taka fjölbreyttari ákvarðanir þegar varðar innkaup. Já, nákvæmlega. Þetta mjög athyglisvert, þetta alveg, já. Það þarf greinilega að skoða margt varðandi vald, fjölbreyttar raddir
bókmenntaheiminn, stéttaskiptingu. Er eitthvað meira sem að þið viljið koma inn á varðandi þessa þætti sem við höfum verið að ræða hér, svona í lokin? Það er kannski bara gott að minna á að bókakaffisviðburðurinn sem við vorum á daginn var tekin upp og má finna á Facebook síðu Borgarbókasafnsins ef fólk hefur áhuga á að hlusta á hann eftir að heyra okkur tala hér. Ef þið viljið hlusta á okkur tala meira, þá getur þið lítið þangað. Já, ég myndi kannski bæta við varðandi bækur á íslensku að það bara sár vantar meira efni fyrir fólk sem að læra íslensku og sem að læra íslensku sem annað mál og sem að endurspeglar fjölbreytileika fólksins sem að læra íslensku. Að ég veit að þegar ég var að byrja að læra tungumálið þá var ég kannski að leita efni eins og barnabækur sem var nú einfalt fyrir mig að lesa, en það ekki endilega besta efni til þess að fyrir fullorðna manneskju til þess að læra tungumálið. Og ef við erum með svo margt fólk sem hefur áhuga á tungumálið og vill læra að lesa, þá já, getur alveg verið miklu meira efni fyrir þetta fólk sem að styður fólkið. Algjörlega. Svo vil ég líka bara sjá fjölbreytta barnabækur og ungmennabækur. Af því að fullari fólk getur líka lært úr ungmenna- og barnabókum þegar það að lesa fyrir börnin sín. Og þar sem við erum nú að ala upp kynslóðir núna sem eru mjög víðsýnar og fordómalausar miðað við kannski það sem hefur áður komið, þá held ég að þetta sé bara akkurat tíminn til þess að fara í svoleiðis vinnu. Já, ég held að yfir höfuð að fá fjölbreyttar raddir inn í bókmenntir, það skiptir svo miklu máli vegna þess að það vantar bara ein bók fyrir mann til þess að komast inn í bókmenntir eða fyrir mann til þess að komast inn í það að elska að lesa eða að leita næstu bókina. Og því fleiri leiðir sem við eigum inn í bókmenntir fyrir fólk bæði þegar kemur að menntun og að byrja að skrifa og líka sem lesendur, því betra sem það fyrir bókmenntir yfir höfuð og þá fáum við bara fleiri sem að lesa, fleiri sem að læra, sem með opna hug og svo framvegis. Þannig að þetta skiptir svo miklu máli. Nákvæmlega. Já, fjölbreyttar raddir inn í bókmenntaheiminn. Ég held að það sé mjög góð lokaorð hjá okkur hér í Hinni Reykjavík. Við viljum þakka ykkur kærlega fyrir, Helena og Mars. Sömuleiðis. Sömuleiðis. Takk fyrir að fá okkur. Og við Danni og Sanna kveðjum hér. Þetta var Hin Reykjavík. Takk fyrir.